Íslenskt búfé, það er þeim að þakka að Íslendingar lifðu af. Og þetta fjallar um íslenska hestinn. Þarna er hryssa eða meri með folald. Hross eru með fax og tagl, ganga á hófum. Ekki með nein horn, bara eyru. Graðhestar eða stóðhestar, þeir geta búið til folöld. En geldur karlhestur heitir geldingur. Þarna er bleikálátt skjótt hryssa með moldótt stjörnótt afkvæmi sitt sem að sést núna að er hryssa því að hún pissar þannig. Þarna eru hryssur sem að búa mjög nálægt þéttbýli. Það þarf nefnilega ekki alltaf að vera langt út í sveit til að eiga hross og þessar hryssur eru rauð og brún en þær eru samt með leirljós folöld. Og þarna er ein rauð glófext með rautt folald. Þeim líður greinilega mjög vel þarna í þéttbýlinu og rétt við umferðargötu. Þarna eru nýlega kastaðar hryssur eða það kallast að kasta þegar hryssa eignast folöld. Þær eru með ung folöld þessar hryssur, ýmsir litir. Svo koma þarna hryssur sem eru ókastaðar, það sést hvað maginn á þeim er risastór. Þessar eru á leiðinni heim og svo eru þær að fara undir stóðhest sem að býr til folöld þannig að þær komi folöld næsta vor eða næsta sumar. Þarna eru hross að vetri til á útigangi, saman yngri og eldri hross sem er gott fyrir þau því að þau yngri læra af þeim eldri, ýmslegt varðandi hegðun og annað. Þarna eru hestar að vetri til í snjó og skafrenningi en þeim líður vel. Þeir hafa skjól og nóg hey. Og svo er þetta séríslenska fyrirbæri að fara í hestaferð með hóp af lausum hrossum. Þetta er mjög gömul hefð og þekkist ekki víða í öðrum löndum. Ólíkt flestum erlendum hrossakynjum er íslenski hesturinn með 5 gangtegundir sem eru fet, brokk, tölt, skeið og stökk. Það geta ekki allir hestar skeiðað, það fer eftir genunum þeirra. Hestur með allan gang kallast alhliðahestur, skeiðlaus hestur kallast klárhestur með tölti, hestur sem hvorki töltir né skeiðar kallast hreinn klárhestur. Þarna er hestur á feti. Og sami hestur á brokki. Næst er töltið sem er mjög gott að sitja. Maður líður áfram eins og maður sitji í sófa. Skeiðið er mjög hröð gangtegund en það er líka líkt því að sitja í sófa, að sitja skeið. Næst er stökk. Og hvernig nýttist hesturinn okkur áður fyrr og hvernig nýtist hann nú til dags? Þarna er mynd frá árinu 1900 sem sýnir fjölskyldu sem var að koma úr langferð. Þau eru öll í sparifötum
Og takið eftir því að konan og stelpan sitja í söðli, sem sagt með báða fætur vinstra megin á hestinum, en karlarnir eru í hnakk og sitja klofvega. Þessar mæðgur skemmta sér greinilega mjög vel saman á hesti. Þarna sést að það var ýmislegt flutt á hestum hér áður fyrr, því það voru ekki til neinir vegir, engir bílar, meira að segja líkkistur voru fluttar á hestum. Og pósturinn var allur fluttur á hestum, yfir vatnsföll, ár og læki og fjallvegi og bara út um allt. Nú er smalað á hestum á haustin. Þarna er nú kominn snjór, eftirleitir og maðurinn með hestinn að smala. Og svo er hesturinn notaður í keppnir og sýningar alls konar. Svo var hér áður fyrr, voru ekki hægt að kaupa reipi og kaðla út í búð. Það þurfti að nota hrosshár, sem sagt fax og taglhár, til þess að búa til gerðir og flétta, kaðla og reipi. Ekki síst er hægt að borða kjöt af hrossum. Önnur heiti á hesti eru hross og klár. Þau voru eina farar- og flutningatækið á Íslandi í 1000 ár og þess vegna var hesturinn kallaður þarfasti þjónninn. Þau geta orðið 30 til 35 metra, þó það sé ekki algengt, eru helst úti ef það er til gott skjól og éta nærri eingöngu gras og hey og eru einungis með einn maga eins og við mannfólkið.